Jæja, enn eitt velkomið. Heimildin Árbók ferðafélagsins, gott að vera í ferðafélaginu 2004. Verkefnið var unnið þannig að ég las kaflann Skaftafelli í bókinni, glósaði upp, samdi textann, hendið á ChatGPT, lét hann lesa yfir og laga málfar og stafsetningu, þannig að ég á þetta á prenti. Já, allir þá rúla ekki bara yfir þetta og ef hundurinn byrjar að gelta þá voru bara að hafa það. Skaftafell er eitt merkasta svæði landsins, bæði hvað var að sögu og náttúrufar. Þar hefur verið búseta í aldaraðir og jörðin gegndi mikilvæga hlutverki í héraðsskipan og samfélagi fyrir alda. Í þessari samantekt er fjallað fyrstu bændur Skaftafells, þróun byggðarinnar og hvernig landnýting og náttúru mótuðu afkomu þeirra sem þar bjuggu. Upphaf byggðar og elstu heimildir. Fyrsti nafngreindi bóndinn í Skaftafelli, samkvæmt heimildum, er Þorgeir bróðir Flosa í Svínafelli. Hann var þar árið 1000 og kemur við sögu í Njálu. 1200 er Eiríkur Birkibeinn sagður búa í Skaftafelli, en hann er nefndur í Sturlungu. Heimildir gefur til kynna að margir bændur í Skaftafelli hafi verið miklir atorkumenn, vel menntaðir og margir hverjir virkilega góðir smiðir. Enda var nægt timbur að fá framan á öldum. Frá 1400 hefur jörðin verið í eigu sömu ættar og síðasti ábúandinn áður en jörðin var hluti af þjóðgarði var Ragnar Stefánsson, fyrsti þjóðgarðsvörður Skaftafells. Skaftafell var miðsvæðis innan Skaftafells-þings sem var eitt af 12 héraðsþingum Íslands. Eftir gamla sáttmála árið 1267 var Skaftafells-þings hluti af sýsluskipan landsins. Til að byrja með og langt fram eftir öldum stóð bærinn á grónum grundum sem teygðu sig suður og vestur frá brekkum Skaftafells heiðar. Vesturmörk Skaftafells og Núpsstaðar liggja þar sem að súlutindar bera saman og niður að sjó, en austan markast landið að merkjasteinum í Freysnesi, þar sem það mæti Svínafelli og Skaftafelli. Já, Skaftafelli og Svínafelli mætar. Á þjóðveldisöld voru innan þessa svæðis 3 jarðir, Jökulfell, Skaftafell og Freysnes. Jökulfell, sem síðar var bæjarstaður í Mossadal, var líklega staðsett nálægt samnefndu skógi, en í ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarnar Pálssonar er dalurinn kallaður Jökuldalur. Það sem áður var kirkjusókn og talsverð byggð, sú byggð er talin hafa horfið eftir stórbrotið og mikið jökulhlaup úr Grímsvötnum árið 1350, en það hafði mikil áhrif á allt svæðið. Það vakti athygli mína að Skaftafellsá rann fram til ársins 1930 neðan við brekkurnar í Skaftafelli, nálægt þeim stað þar sem þjónustukjarni þjóðgarðsins stendur í dag. Þá förum við í þróun byggðar. Þegar horft er til bæja í Skaftafelli má sjá 3 fyrrum bæi í brekkunni neðan við gilin. Tún þeirra eru samlingjandi, austast er Bölti, þá kemur Sel og vestast Hæðir. Bærinn í Seli sem var torfbær með fjósbæjarstofu var endurbyggður 1974, en þessi húsagerð var áður algeng í Öræfum. Það var gaman að koma í þessa endurbyggðu bæi í vor þegar við vorum á ferðinni. Gamli Skaftafellsbærinn stóð lengst neðarlega í brekkunni, suðaustan í heiðinni, það sem nú kallast Gömlutún. Hann þótti tíma reisulegur og var búið í honum allt til ársins 1850. Í heimild frá 1834 er húsið sagt vera vel stæðilegt og að veggjum og viðum. En síðustu ábúendur í gamla bænum voru Bjarni Jónsson sáttamaður og kona hans Guðný. Sel var byggt upp úr gömlu Skaftafellsseli árið 1836, Bölti var reistur 1850 og í Hæðum hófst búskapur 1864. Nálægðin var við Skeiðará var til þess að bæirnir voru fluttir ofar í brekkuna þar sem árhlaupin náðu nær samstundis að bæjarhlaðinu. Í stað þess að nýta gjöful engi þurftu bændur að treysta á útbeit í brattlendi
og ræktun smárra túnbletta. Fjárhirða í þessu bratta landslagi gat verið tímafrek og erfið en kosturinn við að sauðfé gat gengið úti mesta hlutan ársins enda alltaf gott viður í Skaftafelli. Auk þess hafði jörðin yfir að ráða gjöfulu skólendi sem var nýtt til kolagerða bæði af ábúendum og öðrum bændum í Suðursveit og Öræfum. Það eru jafnvel til heimildir það að bændur í Möðrudal hafi fengið að koma í Skaftafell og nytja skóginn og í staðinn hafi leyft bændum í Skaftafelli að beita sauðfé sínu í Möðrudal. Það var alltaf óskrifuð regla í Skaftafelli og á bæjunum að fylgja þau til ferðalöngum yfir ár á svæðinu en það var það bæði nauðsynlegt og í anda samhjálpar sveitamannanna. Endalok búsettunar eða hefðbundinnar búsettu á jörðunum sá að bolti vel seldu ríkinu vegna stofnunar Skaftafells þjóðgarðar. Í Seli var þetta búið til ársins 1946 en í kjölfarið eignaðist Ragnar Stefánsson í hæðinjörðina og nýtti útihúsin. Síðar keypti ríki bæði hæðir og Sel í aðdraganda stofnunar þjóðgarðsins. Skaftafell hefur aldir verið miðpunktur lífs og sögu á þessu svæði. Þar þróaðist byggð og búskaparhætti í takt við áskoranir náttúrunnar, þar á meðal skeiðarhlaup og breytingar á landsnýtingu. Saga bænda og búskapar í Skaftafelli gefur innsýn í harðgerða lífsæti fortíðar og hvernig landið hefur verið nýtt frá upphafi til dagsins í dag. Við Úlfur þökkum fyrir.